Eivör Pálsdóttir komin heim til Færeyja og fær höfðinglegar móttökur á flugvellinum í Vogum, en tilefnið að hún hefur verið kosin Færeyingur ársins af lesendum blaðsins Dimmaletting fyrir framlag sitt til útbreiðslu færeyskrar tónlistar. Það klukkutíma akstur frá flugvellinum heim í Götu á Austuri. Það því æri tilefni til flautukonserts þegar rennt inn í bæinn. Og það ástæða til að láta vita af sér því að flestir íbúarnir komnir saman til að taka á móti Eivöru og til að halda henni veislu í samkomuhúsi bæjarins í tilefni dagsins. Það bæjarstjórinn í Götu sem hefur orð fyrir heimamönnum. Eivør hefur fest råd i gåen lande. Hon sloppet undan vakstrarhusen, og i stegen hun sloppen å røyna sine vansjer og hefur funnet sitt egna flåd og i bæge sol og vinter. Hon hefur vist sitt egna, hon hefur vist sitt føreske opprona og ombå førjara for myndalian hatt, og til henda viring Eivør for atterlønta vi at være kåsen årsens føringer. En for innsett hjertelig at lukka. Jag vill bara, jag gick när går, jag var körlig att ska säga. Jag syns inte rört, kan nu. Men jag vill gärna tacka dig för att ja, vi är så fint. Tack för det. Það stærsta styrken mín, það að vera fæðis. Mér finnst ég bara að vera svo heppin að vera fædd hérna í Mið-Atlantarhafinu og bara í þessi rigningu. Og einmitt þessi þorpið sem ég á heima í, þetta bara, og svo fjöllin svona kringum byggðina og svona, eins og það svona passa. Þetta staður sem forfedrar mínir bjóðu og þeir voru mjög svona þrándir í Götu. Þetta einn frægasti maðurinn frá Færeyjum. Það bara mikilvægt að þekkja ræturnar sínar sem tónlistarmaður, sérstaklega kannski, og bara sem manneskja. Og maður á að þekkja vænt heimalandi sitt. Hann engar som sælja som tar blåa hav. Han sier det vackrast og søver da sol i färden og i gav. Han drømmer der vackrast og dreymar kvönt han øynasta dag drømmer seg bort dalar og heiar støtt til øy hefur seg. Hon ville alltid bara synja och spela tonlöjk.
Så hon var nekv ensamöll efter skolatøy. Så var hon bara hemma ofta och satt och sang och Evas vi henne vi sunko. Men hon var vanlig skolajetta. Och henne nekva viner i skolan. Jag sang i kör. Och så kom jag hem och skulle vänja till som jag hade i kören. Och så hörde jag Eivor vid syna. Hon dotte allt. Hon dotte allt i sanger. Hon hörde med sin öjna för. Så dotte hon allt utan natt. 2 år. Liten jenta. Rempa så här och så rätt. Så tänkte du allt lossnar då så var så alltid ifrån jag klarar till att synja. Og söngkonan litla frá götu vakti snemma á sér athygli og menn fengu brátt að heyra í henni í upptökum færeyska útvarpsins og í útsendingum barnatímans. Í barnaskólanum í götu lögð mikil áhersla á að kenna börnunum gamlar hefðir, en Sædís, móðir Eivarar, kennari við skólan. Í hennar verkahring að kenna börnunum gömlu færeysku lögin og danskvæðin. Vi lærer først år i januar og februar. Ta lærer vi bøttene å kvøa. Ta bruker vi nekvatøy å lære det. Og først år får de et nytt kveie. Så da de kom i kjenta bekk, så har de lært nekv. De begynner først å lære 8-2. Og så i 3 bekk så lærer de mer, og 4 bekk mer. Og så. Da de får ur skolen her, så doer de nekveie. Så vi talte til området at jeg ble vaksen, at du er kveir og kunne være vi og synge. Bruke mettanina til åkken, føre mettanina vågjere. Det stor sangtradisjon i Førjun. Vi elsker synge. Og það svo sannarlega sungið og dansað hvar sem tilefni gefst til og fólk kemur saman. Dansað og sungið án kynslóðabils og af innri hvöt þar sem söngurinn og dansinn lyftir sálinni á flug. I traveled on a colored, lonely way. I had my magic moments every day. I've seen the bright, bright sun come shining down, and I've heard a newborn baby's sweetest sound. I've been searching for a peaceful place to be, for someone to come and set me free. And I waited many nights and many days, but no one came to carry me away. Mitt nýja lagi, Colored Road, það. Að gatan sem maður að labba, í lífinu, hún svo litfögur. En samt hún mjög einmana stundum, af því að maður alveg ein í því að skrifa lög og að semja og að spila á sviðinum ein og ferðast ein. I've been sailing on a magic silver sea. My ship was made of easy melodies. I've been sailing
sea of silent tears, in a leaky boat of black and lonely fears. I've been blessed by a mother's gentle love, mercy from the Holy One above. A road of many colors is my home, loneliness a little friend I've known. En þó skólinn í Götu hefði margt gott fram að færa, gat Eivör ekki hugsað sér að vera þar til langframma. Þannig að þegar ég sagði við mömmu, herðu, núna er ég í 9. bekk en ég verð bara þarna í hálft ári viðbót, sko. Því ég þarf að fara að vinna núna, þetta er ekki hægt að vera þar, í skólanum meira. Ég verð að fara, þú veist, ég hef ekki tíma í þetta, ég verð að fara að vinna í tónlistinni. Fyrst da hon säger det vid mig så hugsa jag nej. Men jag visste det för att komma. Og hún var bara, ok. Og bara sagði ekki mikið við mig. Svona örugglega farin inn í eitthvað herbergi. Och läraren han ringte till mig och säger att han nyttar inte att jag var Eivør i skolan någon i rockning. Ty hon sitter bara och skriver toner, melodier. Känner du? Hon skulle rockna men hon satt bara och gjorde melodier. Så ringte läraren och säger att Eivør inte så gott att hon bara ger tonlike, hon ska rockna. Men så talar jag med mannen min och ja. Och vem har lyssnat på klockor? Ja, det är rätt. Ja, det var det. Men ja, vi tog så samman och vi tillde att hvis det var någon hon yngste som skulle göra det. Hon gavst så nuttjenta flott. Ja. Så hör hon. Och syns jag på det. Allt det här för tonlöjk, det är alltid hon finns ju från mamma så. Hennes familj, det är alltid. Det som pappi har givet henne, jag kan inte det. Alltid till det att det är att tåra är färre annan scen och tåra är syns och tåra vill sig själv. Alle sangene som Eivør skriver og tar her en rød i førgen, det er alltid, man hører det av lænen og øysene og røddene til at røddene får lika djupt som delene og djuper og lika høyt som fjøtlen det førgen, altså. Det er alltid, og så det. Det är skiftande växter, det är sommar och vetter och var och höst. Och regn och kärve och sol, allt samma där. Det är sangen jag är vart. Þá líður mér eins og ég sé mest lifandi einhvern veginn. Það er á sviðinu, í miðjunni í einhverju lagi. Það er eins og ekkert getur stoppað mér fyrir að klára lagið. Það er eins og, veist, það er eitthvað svo, stundum eru á einhverjum tónleikum svo gerist einhver
så mikil orka að maður bara verður alveg bara blown away. Og það er besta sem ég veit. Að öllu jöfnu eru Færeyingar fastheldnir á sönghefðina og gömlu kvæðin. En hvernig skildi þeim almennt líka við flutning Eyvarar? Det var vel, og ørenda var ikke støylen særlig vel. Men i høver så alltid at føren kom damer, altså hun dog vel av Sintja. Ja. Det er alt samt om. Er detta færiski tónnin? Ja, jeg hadde først folketønlaget som fram i det, ja. Skjalter og kanskje sindra kvævene. Og sanger annars. Í Klaksvík býr Eðvarð Fuglu, einn af þekktustu myndlistamönnum Færeyja og grafískur hönnuður. Þegar Eivur vann að hljómdiskinum Krákan, lá því beint við að fá Eðvarð í lið með sér. Så var det sånn at hon skulle till att lava den här Krákan. Och hon ringde till mig och hade fått en idé att måske att ville det vara något för mig om jag ville vara så vänlig att lava det här cover för henne. Om jag hade lust till det. Och det tog jag som en stor utfordring och en stor ära för det. Att hon ville bruka mig en halvgammal man till att lava sitt cover. Och sen började det så, alltså vi snackade lite om koncept eller idéer och jag hörde den här musik. Och så fick jag lite tid till att tänka på något eller annat. Men hon är ju en bestämd dame som också går in och hon har i alla fall en mening om vilka covers hon inte vill ha. Ja, jag tror hon är en out of this world. Alltså hon är liksom gråd ut av ett fjäll här. Alltså hon är sån en slags litt. Hon är i nottena.
sé fyrir mér að lög sé svona gullsteina, svona heitir sem eru svona, hvað heitir það, sem eru svona mjúkir. Og þeir vera kaldir og svo vera hörður. Og þeir eru að detta niður frá híminum. Og vinnan mín er bara að grípa þá. Og grípa þá og vera að fljóta svona, búa til eitthvað út úr þeim að meðan þeir eru heitir. Af því svo kólna þeir og svo bara, ok, nú er þetta stytta, það er þetta búið. Mér líður þetta aldrei þannig, með lögin, að þau svona detta og ég verð alveg að bara, ég verð að sleppa öllu sem ég er með í hendi bara til þess að, veist, gera þetta núna. Ég get ekki svona, látið á detta og bara, já, ég ætla að bíða, veist, þetta er svona. Þeir verða ekki týndir upp eftir á? Nei, þannig að stundum á miðjarri nótt, klukkan 3 vakna maður og verður að setjast upp með gítarinn og gera þetta, þú veist. Því ef ég fer aftur að sofa þá hverfur þetta einhvern veginn. Steinarnir eru fullir í hlenum. Já. Og þú finnur það alltaf ef það dyttir niður? Já, það er. Ég man alveg að stundum var í skólanum og svo var ég að labba heim einn úr skólanum. Þá var ég alveg bara 7. bekk eða 8. Og svo stundum kom einhver hugmynd og svo byrjaði ég bara að hlaupa heim af því ég varð að koma heim til þess að festa þetta á blað einhvern veginn, einhver orð eða eitthvað sem kom í hugan, svo var ég bara hlaupandi heim og strax inn í herbergi að skrifa niður. Já, það var mjög mikið þannig. Þetta hefur bara einhvern veginn allt valdið á mér. Og jafnvel á tónleikunum loknum heldur Eivör áfram að spila ásamt félögum sínum úr krákuhópnum. Og að þessu sinni á léttari strengi fyrir vini og vandamenn í sangkvæmi á Krá í Þórshöfn. Eivör á 2 litlar systur, þær Elisabetu og Elinborgu. Þar sem hún dvelur nú að öllu jafna langt völum að heiman, saknar hún að vera ekki í samvistum við náturnar. Og það var kveikjan að laginu Elisabetu og Elinborgu. Á tónleikum í Norræna húsinu í Þórshöfn fékk hún systurnar til að hjálpa sér við flutning lagsins. Trätt i ändan, inte? Det. Jag ska visa dig. Vi bara pröva nu, inte? Och du syns ju i mig vanna.